Já, velkomin að Rauða borðinu, kæru áhorfendur. Rauða borðið var hérna reglulega öll virkkvöld frá upphafi COVID og langt fram eftir faraldrinum. Og það var nú hugsað það að við gætum hér setið við borðið og reynda svona átta okkur á því hvað væri að vera, ekki bara í faraldrinum sjálfum, heldur þeirri svona efnahagslægð sem að því fylgdi og hvað áhrif það hafði á samfélagið og stjórnmálin. Og það reyndist mér allavega hjálplegt. Ég gat hérna kalla til fólk sem að vissi margt og gat útskýrt þetta fyrir okkur og hafði bara gott að því, og ég veit að það voru margir sem að fylgdu okkur á þessari leið og fylgdust með. En núna ætlum við að starta Rauða borðinu aftur og það kannski ekki komið til að góðu af því að mér finnst og mörgum finnst að svona umræðan í samfélaginu sem heldur dauf í þessari kosningabaráttu, að það lítið af efni sem að tengist kosningabaráttunni sem að rata raunverulega inn í fréttir, og umræðan orðin svolítið svona stofnanavædd, að það verið að reyna að halda einhverju svona hlutleysi og kalla til fulltrúa frá öllum flokkum og ræða öll málefni, þannig að umræðan sem ætti að vera eins skemmtileg og hún getur orðið bara í pottunum að þessi fólk hittist í opinberri umræðu, bara það því miður ekki, og við ætlum að reyna að laga það. Og til þess að gera það, þá bara setjumst við aftur við Rauða borðið og ég byrja á því að kalla fastagesti Rauða borðsins hingað. Hérna hjá mér situr Ásgeir Brynjar Torfason sem kom mjög oft af Rauða borðinu og var hluti af því sem ég var nú að stríða að kalla þjóðhagsráð Rauða borðsins. Ásamt Guðrúnu Johnson sem ekki hérna með okkur vegna þess að hún úti í Kaupmannahöfn. Hún komin með stöðu þar við Kaupmannahafnar Business skólan og ætlar að tala við okkur þaðan. Og svo var Ólafur Margeirsson oft hérna, hann forfallaðist í dag en það við björgum því, og hingað komin Róbert Farisveit sem hagfræðingur ASÍ og ég býð ykkur öll velkomin. Það sem að hugmyndin núna var að reyna svona átt okkur á því hver væri svona efnahagslega staðan, hvaða möguleika við höfðum til þess að reisa efnahagskerfi við, reisa samfélagi við, laga innviði, hvort að við verum að fara að horfa á tíma þess að við getum vaxið og dafnað, eða hvort við verum að horfa á tíma þess að við erum að skera niður og greiða fyrir áfallið sem að efnahagskerfi var fyrir. Það svona megin efni þáttarins, en við ætlum að kannski byrja á að tala skattamál, og ástæðan svo að ASÍ sendi frá sér skýrslu skattamál. Og Róbert, má líta á þetta sem einhverja svona mat á skattastefnu nýfrjálshyggjuáranna? Þetta klárlega svona samantekt á skattastefnunni frá í það minnstu upptöku fjármagnstekjuskattsins 97. Alþýðusambandið hefur gert skattamál af umræðuefni undanfarin ár. Það var í tengslum við lífskjarasamningana, var mjög þung áhersla á tekjuskattskerfið og ákall breytingar á tekjuskattskerfinu. Skýrðist það meðal annars að því að skattbyrði innan tekjulægsta hafi vaxið frá 98 sem við tókum saman í samantekt sem kom út 2016. Skýrist meðal annars af raunskattsskriði, þá samspili launa og persónuafsláttar og líka þá skerðingum í bótakerfinu. En þetta ákall breytinga tengt lífskjarasamningnum, í því var líka ákall að litið yrði yfir fjármagnstekjuskattlagningu og þar hafa ekki verið gerðar stóra breytingar undanfarin ár og það kannski ástæðan fyrir því að við förum í þessa skýrslu. Það eru augljósir veikleikar í íslensku skattkerfi þegar við horfum á fjármagnstekjuskattlagningu og á einhverju leyti veikleikar sem nágrannalöndin hafa brugðist við. Það það þannig að kerfið leki þannig að það sé auðvelt að hliðra, eins og að kalla skattahliðrun, eða bara prósentan okkar ekki nógu há, eða fjármagnstekjuskatturinn ekki lagður á alla fjármagnstekjur, eða í hverju veikleikanir? Við getum kannski byrja á þegar almenn skattlagning fjármagnstekna tekin 97. Þá þetta einn hluti sem kannski ekki almennilega þróaður, og það það sem kallast í daglegu máli reikna endurgjald, sem þetta bil á milli fjármagnstekna og launa. Það að segja aðilar sem starfa í sjálfstæðir eða í eigin fyrirtækjum, þá fyrirtækjum þar sem þeir eru ráðandi aðilar í, ber að reikna sér laun, endurgjald. Þetta að því að við erum með svokallega tvíþætt skattkerfi, að fjármagnstekjur eru lagðar á
með lægra hlutfalli heldur en launatekjur, þá þarna hvati til að telja fram launatekjur sem fjármagnstekjur og ná þá í bara skattalegt hagræði þar. Og við höfum verið með kerfi sem byggði á ákveðnum viðmiðunarfjárhæðum. Það að segja, þú skrifar á þig ákveðna viðmiðunarfjárhæðir og restin raun og skilgreind sem fjármagnstekjur. Þú getur samt verið með í sjálfu sér mun hærri launatekjur en í raun og veru kerfið leiðir í svolítið að telja fram viðmiðunarfjárhæðina og restin felur í sig ákveðið skattalegt hagræði. Ertu þá að tala svona EHF sem svona iðnaðarmenn og fleiri svona sjálfstæðir verktakar eru með í kringu sig, eða ertu að tala svona stóru eignarhaldsfélögin? Hvers konar fyrirtæki þetta sem þú veit að... Já, í raun og veru getur þetta átt við sjálfstæða verktaka líka, en skattalega hagræðið á sér stað við háa tekjur, efst í tekjudreifingunni. Þannig að þeir sem hafa hagað því að nýta sér skattalegt hagræði í þessu tilfelli yfirleitt aðilar með háar tekjur og þá það yfirleitt ráðandi aðilar inn í EHF-um eða samlagsfélögum eða einhverjum svoleiðis, þar sem skattalegt hagræði orðið verulegt af slíkum tekjutilflutningi, eins og að kallast. Það svona raunverulega öfluga fjársterka aðila sem að eiga í einhverju fyrirtæki í gegnum eitthvað eignarhaldsfélag og arðurinn borgaður inn í það eignarhaldsfélag og svo getur þeir hugsanlega átt eitthvað annað eignarhaldsfélag þar sem draga arðinn þaðan út og þú ert að tala svona skattaundaskot í allra auðvesta fólksins. Já, okkar mat, fyrir við skoðum tekjudreifinguna, áhrifið að bregðast við þessu á bara í eftir 10% fyrst og fremst. Þannig að hagræðið þar og þá kostnaðurinn auðvitað líka við þessa glufur í skattkerfinu fyrst og fremst hjá hinum tekjuhæstu. Norðurlöndin hafa farið aðra leið í þessum efnum, þau hafa Noregur gerði þetta eiginlega öfugt. Það áætlaður arður af þeim fjármunum sem eru bundnir í reksturinn og restin eru skilgreind sem laun. Þannig að nálgunin eiginlega snúi við þar. Þannig að þetta kannski svona veikleiki sem var til þegar kerfið var sett á laggirnar 97 en aldrei almennilega verið brugðist við því. Það var tilraun gerð árun 2009 til 2013 með svokallar 2050 reglu. Hún var aflögð en síðan þá eru þessar glufur enn til staðar. Ok, ef við tölum bara á þetta atriði, hvað eru þið með mat á því hvað mikli fjármunir renna í gegnum þessa glufu? Já, það svo sem auðvitað alltaf einhver óvissu bil en 3 til 8 milljarðar sem kostnaði við það að launatekjur séu vitlaust taldar fram með þessum hætti. Þannig að Er þetta svona stærsta athugasemdin ykkar við skattkerfið sem að þið voru að skoða núna eða þann hluta skattkerfið sem að þið voru að skoða? Við skoðum, eins og ef við horfum á kerfið eins og það var sett á 97, þá var til dæmis tekið upp tvíþætt skattkerfi með lágu hlutfalli, lægra en til dæmis á Norðurlöndum. Það er að segja að fjármagnstekjuskattur var settur á 10% þá. Ein rök fyrir því voru þau að eigna skattlagning var almennari á Íslandi heldur en í viðmiðunarlöndunum og þess vegna að því í raun og veru það ekki endilega hvað skattur fyrir valinu, það er samspil skattana og hver heildarskattbyrðin þegar þau telja saman. Þá var eignaskattlagning notuð sem rök fyrir lágum fjármagnstekjuskatti á þeim tíma. Hún síðan auðvitað bara afnumin stuttu síðar, 2003-04. En eftir stóð að fjármagnstekjuskatturinn var lágur áfram. Auðlegðarskatturinn kom inn 2009 en hann var líka tímabundinn. Þannig að við svo sem bendum líka það að kannski forsendurnar fyrir kerfinu eins og var innleitt eru kannski ekki öllu leyti viðeigandi í dag. Þannig að í dag, og þetta verður ítt undir aukin ójöfnuð eigna, þannig að það í sjálfu sér tiltölulega góð rök fyrir því að koma með skynsamlegan hannaðan stóreignaskatt í dag sem í raun og veru taktið þar sem OECD hefur dregið fram sérstaklega í tvíþættum skattkerfum, þar sem kerfið ýtir undir ójöfnuð eigna af því að fjármagnstekjur skattlagðar með lægri hætti. Þá eru sterkari rök fyrir eignaskattlagningu. En varðandi skattprósentuna, eru þið náttúrulega kannski ekki að leggja fram einhverja tillögur að hækka hana eða hún lægri hér heldur en víðast hvar í nágrannalöndunum eða ekki? Jú, það rétt og það þetta mikið að tvíþættu skattkerfunum
voru innleidd út af ótta við fjármagnsflótta á sínum tíma. Að menn óttuðust að ef það væri mikil skattlagning á fjármagnstekjur þá myndi þetta renna úr landi. Reynslan hefur samt verið það að fjármagnstekjur hafa eiginlega samt farið úr landi að hluta til óháð því hvað skatthlutfallið var. Það var mesti fjármagnsflutningurinn var þegar skattprósentan var lægst, sko. Þannig að það eiginlega vera sönnun það að þetta er ekki samhengi á milli. Akkurat, því að það er alltaf einhver lönd sem hafa lægri og það er þá í þessu tilfelli oft skattaskjól. Við erum ekki með eiginlega tillögur í þessari skýrslu hvað fjármagnstekjuskattlagning eða skattstíð á að vera, en það er augljós skatt sem felst í því að ef við berum saman launatekjur og fjármagnstekjur, þá er launatekjur skattlagning, hún er progressív, stigvaxandi upp tekjustigann. Ef við skoðum heildarskattlagningu þá er hún það ekki, hún er vaxandi upp í svona efstu 10% og þá hægir á sem sagt framsækninni og svo á efstu 3-4% þá lækkar skattbyrðin. Þannig að þar fer vægi fjármagnstekna verður vaxandi og þar er leiðandi skattbyrði lægri. Ég ætla að fá að endurtaka þetta fyrir þá sem svo fólk átti sig á þessu hvað þetta er, að hann er umlega að segja það að hlutfall skattsins, að það sem hún borgar til skattsins af tekjuðínum, að það hækkar eftir því sem hún hærri tekjur, þangað til þú kemur upp í allra hæstu tekjurnar að þá lækkar hlutfallið. Þannig að þeir sem eru kannski með allra lægstu tekjurnar geta verið að kannski að borga hlutfall tekna sinna í skatt sem er kannski líkara því sem eru bara með tiltölulega lága tekjur. Er það ekki? Boginn er bara þannig, hann sígur svona niður í lokin og ef þú myndir draga línu þar yfir að þá lendur kannski á fólki sem að, ég hef sagt þetta hann getur verið þannig að eignamaðurinn, hann borgir lægra hlutfall tekna sinna í skatt heldur en að skúringakonan sem að þrífur skrifstofans. Já, í raun og veru getur kerfið opnað og slíkt. Ásgeir, ef við tökum bara það sem hann lekur út úr kerfinu sem hann er að vísa í, vegna þess að menn hafa raunverulega frelsum það hvernig þeir skilgreina hvað eru tekjur og hvað er arður, þannig að menn raunverulega skilgreina bara hluta af svona venjulegu tekjunum sem þeir nota í neyslu og nota bara til sín sem eitthvað annað. Hann segir þetta sé allt upp í 8 milljarðar. Er það góð ráðstöfun opinbers fjár að láta auðugustu hafa þessi 8 milljarða í staði fyrir að nota þá til einhverja þarfari verka? Og svaraði nú. Þú reynir alltaf að draga inn í pólitísku umræðu. Þú manst að ég er ennþá í fjármálaráðinu sem að veitir álit á opinberum fjármálum. Þannig að ég get bara sagt út frá þeim sjónarhóli og þessara laga um opinber fjármál sem voru sett hérna eftir síðasta hrun, eftir aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að þá er kannski hægt að fagna því að umræðan skattamál er allavega með inn í þessari kosningabaráttu. Því að það er náttúrulega 2 hliðar á ríkisbókhaldinu eins og öllu bókhaldi. Það eru útgjöldin, það sem flæðir út úr veskinu, en síðan eru það tekjur sem þurfa að koma inn til að borga fyrir útgjöldin og það er mikilvægt að tala um það, því sérstaklega eftir svona áfall og þetta á við bara allan heim að umræðan breytingar á sköttum er orðin, ég get vísað í Janet Yellen sem er orðin fjármálaráðherra í Biden-stjórninni, þar er sama við þetta eins og í eiginlega öllum löndum eftir COVID-kreppuna að menn þurfa að endurskoða í raun og veru algjörlega hugmyndafræðina sem var í gangi og við höfum nú rætt það oft áður hérna tímabil nýfrjálshyggjunnar hefur verið að líða undir lok og þau endarlög hröðust svolítið við heimsfaraldurinn. Það er nú reyndar að það sem maður er að sjá í Bandaríkjunum í dag er meðal miklu róttækara heldur en að við vorum að ræða hérna fyrir einhverjum mánuðum. Það sem að ég sá daginn að fjármálaráðherrann er að segja það að eigi raunverulega að ná í skatta til hinna ríku til þess að borga alla hóluna sem er eftir COVID niðursveifluna sem á Íslandi væri í ríkissjóði þá er þetta 600 milljarðar. Þetta var í svipað fjármálaráðherrann á Íslandi var að lýsa því yfir. Við ætlum að ná í 600 milljarða til hinna ríku til þess að fylla upp í þetta gat. Já, og þeirra fyrirtækja sem hafa gengið vel, því mjög mikið af fyrirtækjum hafa fengið stuðning í gegnum
krísuna og það hefur bjargað okkur frá því að lendi í alheimskreppu út af þessu, þessi hóla, þessi halli á ríkissjóðunum allan heim, bjargaði því að efnahagskerfið frysi algjörlega, en þess þá heldur, ef að við erum að komast út úr þessum faraldri núna, ef að kom ekki mörg delta kappa gamma afbrigði sem að draga þetta á langinn, að þá og það að koma tölur líka núna, það frekar langt síðan við tölum saman, það að koma bara finna efnahagsbati á svona makrótölunum og sum fyrirtæki hafa bara verið að græða vel á þessu og það umræðan á alþjóðavísu, OECD, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og og fleiri stjórnir. Ég meina það þarf að ná tilbaka kostnaðinum við hjálpina og þá náttúrulega eðlilegt á fyrirtækjasviðinu eins og varðandi einstaklinga, þeir sem hafi meira umlíkis, þeir sem hafa komið betur út úr faraldrinum, að þeir borgi meira heldur en þeir sem lentu verst í. Umræðan hérna ekki alveg þarna. Það er við sósíalistar náttúrulega komið fram með róttækar breytingar, eða ekki svo róttækar, við bara færa skattkerfið 30 tíma, skrúa ofan að nýfrjálsíkjárunum. En það eru nokkri flokkar með svona tillögu eignaskatt, samfylkingin, og raunverulega bara að verja það. En það engin með tillögur upp á 600 milljarða í nýja skatta á þeim fyrirtækjum sem að greiddu á kreppunni eða samdrættinu. Nei, ég held mig við alþjóðlega vinkilinn á það. Ég meina, ég veit að töluvert af hagfræðingum sem voru að vinna til dæmis fyrir Bernie Sanders í forsetakosningum, ég skrifaði grein þetta í vísbendingum Bidenomics, hagfræði Bidens, að þeir urðu steinhissa þegar þeir sáu tillögur Bidens eftir að hann var búinn að mynda stjórnina og fékk Yellen sem var seðlabankastjóri áður og núna orðinn fjármálaráðherra, að þeir sáu þarna bara vera innleiða í hans pökkum, hann búinn að vera að leggja til nokkra aðgerðapakka til að komast út úr kreppinu og endurbyggja samfélagið, reisa það við. Og það felur í sér fullt af tillögum sem Bernie Sanders var með en var kannski óhugsandi fyrir 2 árum, en núna eftir því að allt í raun og veru öllu snúið á hvolf eða öllu hent upp í loft við að fá heimsfaraldur og yfirvofandi heimskreppu sem var bjargað með því að nýta svigrúm ríkissjóðanna til að komast í gegnum þetta, þá ekki hægt að fara tilbaka í þá hugmyndafræði sem var í raun og veru komin í vanda og tróta að ætti bara að lækka skatta og þá myndi koma vöxtur því það ósjálfbært. Í Íslandi ríkisfjármálaáætlun í gildi, þótt hún hafi verið tekin úr sambandi tímabundið, en hún á rökkva aftur í gírinn. Það sem þessi stefna sem út að segja að enginn sé að fylgja? Já, fjármálareglurnar í lögunum voru teknar úr sambandi. Það eru bara rökkvinn aftur. Eins og í öllum löndum út allan heim. Já, og samkvæmt lagabreitingunni sem var samtitt hér í fyrra, þá eiga reglurnar að taka aftur gildi óbreyttar eftir, það í lok þessa nýja kjörtímabils, það 2025, en það heilmikil umræða út í Evrópu og ég skrifaði nú aðra grein það í maí í vísbendingu, að það mikil mikil umræða þar sem að þær voru teknar á sambandi og liggur ekki fyrir hvernig þær reglur verið settar aftur í sambandi, en það ásýst að mjög mikil svona debatt það hvernig á að breyta reglunum áður en þær verða settar í gang aftur og þetta eru svona grunninn til annars vegar reglur hver má vera mikil hallinn á ríkissjóðunum og síðan hins vegar hver miklar skuldir hins opinbera með að vera. Maastricht skilyrðin svokölluðu Evrópusambandinu 60% af landsframleiðslunni sem að má skulda, mjög mörg lönd voru komin yfir það fyrir COVID. Okkar reglur voru þrengri? Já, það var 30% hlutfall, það reyndar síðan aðeins öðruvísi skilgreind hér, en þetta í raun og veru það sem bara mjög mikið verið að svona, debatt bæði á hinu fræðilega sviði úti og síðan líka hjá policy makers, stefnumótandi aðilum og við sjáum það alveg í kostningum í Evrópu núna, það voru kostningar í Noregi gær, það eru að koma upp kostningar í Þýskalandi fljótlega, það heilmikil svona sveifla í átt til
svona gilda varðandi að minnka ójöfnuðinn, takast á við þetta með því að ríkisfjármálin geti verið mjög góður stuðningur við hagkerfið. Við sjáum hagvöxturinn að hluta til að koma núna út af útgjöldum hins opinbera. Áður voru svona gildi kenningar sem trúðu á að það væri svo mikil ruðningsáhrif að það þyrfti að taka hið opinbera út af borðinu til þess að markaðurinn geti fengið meira plástur. Það einu peningar sem að væri eitthvað virðið til þar. Við þurfum að hlusta á þetta í kosningabaráttunni. Já, heimsfaraldurinn búin að sýna það að opinberu fjármálum komaðan inn og einmitt það, mistökin sem voru gerð eftir fjármálahrunið, þegar var farið í of mikið austerity, of mikla aðhaldsaðgerðir of snemma, að þá bara minnkar neyslan, einkaneyslan og hagvöxturinn minnkar að því að fólkið að berjast í bökkum og það það sem að gera það verkum að fyrri forseti Bandaríkjanna gat bara sendt tjekka heim til fólks, það ekki gert í Evrópu en þar samt verið að tala núna, í Bretlandi það kom sendir fulltrúi frá Sameinuðu þjóðunum sem gerði úttekt 2018 þar, við fjöllum þetta í skýrslu sem aðeins ég gaf út í maí opinber fjármál sem ég kom að skrifa að þar 30% barna sem búa við fátækt í Bretlandi út af aðhaldsaðgerðum sem voru gerðar eftir fjármálahrunið til að reyna að ná að rétta við og þetta ætla menn ekki að gera aftur núna. Ekki í Bretlandi? Já, ég veit ekki í Bretlandi, nei, allavega í Evrópu ætla menn ekki að gera þessi mistök. Heyrðu Guðrún, hvernig stendur á því að heimsfaraldur, sjúkdómur sem gengur yfir heiminn, veldur því að það verða svona straumhvörf í hugmyndum manna hlutverk ríkisins, skattapólitík og virkni ríkisins á móti markaðnum. Fyrir svona ókunnan þá kann þetta hljóma sem svona skrítin saga að það gengur faraldur yfir heimsbyggðina og allt í einu þurfa hagfræðingarnir að fara að endurskoða allar sínar kenningar. Já, ég held að hagsagan þetta sýnir okkur að þessar sveiflur og þessi trú á einkaframtakið, hún kemur og fer. Upp úr síðustu aldamótum, þar að segja 1900 voru viðskiptafrjáls og milli landa og hlutverk ríkisins í rauninni bara minimalt, ekki síst líka vegna þess að atkvæðaréttur eða kosningaréttur fólks var ekki almennur. Og svo skalla á heimsfaraldur og stríð í rauninni sem var háð sem afleiðing af margir talja afleiðing af þessari gríðarlegu svona samþjöppunauðs sem hafði átt sér stað fram að árinu 1914 og meiri segja hér á Norðurlöndunum þar sem að voru konungar við völd og aðalsmenn sem að svona höfðu þessi forréttindi og nutu kosningaréttar umfram aðra og þetta norræna velferðarsamfélag sprettur svo í rauninu upp úr þeirri, hvað ég að segja, eymd almenning sem að var mjög þjakandi þáttur í allri framleiðslu meira segja og það hefur bara hvað ég segja, svo gengur þetta svolítið í bylgjum því að þegar eftir að ríkið hefur tekið við þessu hlutverki að sinna almanna heill og nýta slagkraft fjöldans til þess að koma þjóðarskútunni aftur á lygnan sjó, að þá hefur ríkisvaldið mörgum ríkjum og stjórnmálamenn teygt sig of langt inn á svið viðskipta og það hefur svo aftur kallað á svona þetta backlash eða endurskoðunarkerfinu eða kröfur að auka frelsi eins og mantran er. Þannig að þetta gengur nú allt saman í bylgjum og það hefur reynst mörgum erfitt að ná svona balans. Það kannski helst Norðurlöndin sem að hafa í rauninni verið trú þessu blandaða hagkerfi og svona hugmyndafræðinni í kringum það að vera með sterkar ríkisstofnanir sem hefur skapað ákveðið traust sem að auðvitað hjálpar svo aftur fyrirtækjunum því að þar best að eiga viðskipti þar sem þú getur treyst viðskipta aðilanum.
Svo það svona í notkun, eins og ég sé þetta. Já, en má ég aðeins að því að þú tekur þetta svo dæmi sem þú tekur hérna á fyrir hluta síðustu aldar, það sem að koma kosningaréttur og það fyrir heimsstyrjöldin og það Spánska veikin og það bara hörmung sem að fólk horfir upp á og við bara getum ekki lifað við að við erum að byggja upp eitthvað bærilegra samfélag. COVID það þannig að fólk sé að þrýst ofan í djúpa fátækt, því að það svo kannski erfitt fyrir okkur sem að það ekki umræðu í fréttunum eða umræðuþáttunum, við sem bara auglýsingar og þá mæti Sjálfstæðisflokkurinn og segir bara landtækifærana eins og við höfum aldrei haft það betra. Að þá ofan í COVID og þá kemur öflugasti flokkurinn á Íslandi og eiginlega með kosningaherferðina þið hafi aldrei haft það betra. Þannig að þá flokkurinn þá bara að líta framhjá, kannski helmingum af þjóðinu sem hefur það lagara eða að því þetta svo fari ekki saman hljóð og mynd, ef að alls þar í heiminum eru menn að endurskoða efnahagsstefnu nýfrjálshyggjuáranna, en hún gengur ekki upp, hún þrýstir 30% barna niður í fátækt eins og Ásgeir Brynja var að nefna hérna, en það sem við heyrum í pólitíkinni að við höfum bara aldrei haft það eins gott. Já, ég held að það eins og ég sé þetta, þá virðist landtækifærinu þetta ekki eiga við kannski, eða það er ekki hver og einn einasti maður á Íslandi sem að hugsa Íslands með þeim formerkjum og nýleg skoðanakönnun Vörðu, rannsóknarsetri ASÍ og BSRB sýnir það bara mjög kalt að auðvitað hópur fólks innan okkar samfélags á Íslandi sem að berst í bökkum þannig að mörgum finnst að það eigi ekki að þurfa að vera þannig í ríku samfélagi eins og Ísland. Já, Ísland náttúrulega mjög ríkt af auðlöndum og við erum ekki með her sem að kallar á í rauninni það að ríkisfjármunum sé veitt á þann veg að það skapi ekki félagsleg vandamál sem að fylgir fátækt. Sko þetta náttúrulega, það þarf ekki einu sinni endilega stríði til eða heimsfaraldur, þetta bara gamalt klassískt deilu álitamál í hagfræðinni sem að ég meina Keynes skrifaði deilunar milli Ricardo og Malthus minnum mig, þetta 200 ára gamall ástætingasteinn, hve mikið sveltistefnan á að vera og hve mikið örfunarstefnan á að vera og þeir sem telja sér vita eitthvað fullkomið svar við því ég myndi vara menn við því að trúa því. Það sé að þetta Það heitir líka við eitthvað svona pólitísk spurning það, hvað alltaf að finna jafnvægið? Á jafnvægið að vera þannig að ég geti greitt sem mest og þannig til að þú ert við það að gera byltingu eða á jafnvægið að vera eitthvað staðar þar sem við getum báðir haft ágætt. Þetta ekki bara, við kannski á Íslandi ekki bara með meira þol fyrir því að við getum dreigið auðin nógu mikið til sem hafa aflið til þess að sækja? Jú, eiginlega, ef maður horfir á það frá sjónarhóli svona einhvers konar ábyrgs vörslu aðila ríkissjóðs í hvaða land sem þá náttúrulega hætta á ef örfunin verður of mikil eða ef ég meina þessi 300 milljarða halli hér núna, þetta náttúrulega peningar sem flæddu úr ríkissjóði til fyrirtækja meðal annars, til þess að halda fólki í vinnu og það náttúrulega hættulegt. Og svo annað eins út úr bankakerfinu sem að blésir upp eignabólu þannig að verði í kauphöllinni tvöfaldaðist í samdrættinum. Og skattaafsláttur sem náttúrulega eftirgjöf á tekjum ríkissjóðs og það náttúrulega hættulegt ef það gert of mikið af þessu. Alveg eins og það hættulegt ef það gert Hvernig hættulegt? Hvað getur gerst? Já, ég meina þá bara verið að færa pening úr ríkissjóði til fyrirtækja og fyrirtækjaeigenda sem náttúrulega ekki góð meðferð á opinberum fjármunum. Það er þeir sem á fyrirtæki. Já, og þess vegna þetta vera landtækifærina. En þess vegna erum við með lögum opinber fjármál. Þau gæta þess að óháð því hvaða stjórnmálaflokkar komast til valda, þá passað upp á það með svona regluumhverfi að menn gerir ekki mistök sem hafa verið gerð áður að fara í einhvers konar óðaverðbólgutímabil eða fara í að ofurskuldsetja en hins vegar eins og við sjáum, ég meina það hefur aldrei verið skuldsett
ríkissjóður eins mikið eins og núna og ríkissjóður heimsins og þess vegna verið að endurskoða hvað eðlilegt skuldahlutfall þegar að 60% Maastricht skilyrði var sett að þá voru almennir vextir á ríkisskuldum 5%. Núna eru þeir út í Evrópu í kringum 1%. Þannig mátt skulda 5% meira. Já, það svona aftan á serviettútreikningur, það ekki alveg svo einfalt en það verður að taka tillit til þess og það búið að vera lágvaxta umhverfi út í heiminn nánast frá fjármálahruni. Við komumst niður á það stig hér í fyrra vegna heimsfaraldursins, þannig við komumst nær vaxtastigin í heiminum og við erum inn á alþjóðlegum fjármálamarkaði, við erum inn á evrópska markaðinum, og það býr til síðan eignaverðsbólu, þá voru til tæki og tól á móti til að vinna á móti því, þannig þetta stöðugur jafnvægisleikur í vöxtum skuldum, í útgjöldum tekjum og það mjög hættulegt ef að það fer of mikið á eina hliðin eða aðra, en aðalatriði síðan sem að reglunar eða fjármálaráð eða fjármálareglunar fjall ekki heldur pólitíkin á fjallum, hvernig á að jafna þetta út, hvernig á að deila byrðunum, kostnaðinum af stríðinu, hvað á það að taka langan tíma að vinna þetta upp og vinna þetta tilbaka og þar erum við líka að endurskoða mjög mikið hugmyndir sína út af bæði sögulegri þekkingu og síðan bara nýjustu fréttum frá því fjármálahruninu, reynslunni af því, nýjustu tölum og síðan bara það sem menn lærðu í fyrra, þetta búið að vera stöðugur endur lærdómur allt síðast ár, þess vegna satt ég hérna nú með þér reglulega að tala þetta, maður var bara að reyna að skilja hvað var að gerast og það til dæmis það sem kallað hérna fiskal multiplierin, það að segja þegar ríkið eyðir ykkur að þá það er margföldunar áhrif af þeirri fjárfestingu til dæmis ríkisjóð. Það bara búið að koma í ljós að tölurnar sem menn reiknuðu með í módelunum voru kolrangar, það er miklu meiri virkni í fjárfestingum hins opinbera heldur en að menn töldu og hin reynslan af því ef að menn kom út úr fjármálahruninu og fari of mikinn samdrátt til þess að ná skuldunum hratt tilbaka í jafnvægi, að þá bara skemmist vegakerfið eða húsin þannig að sérstaklega þegar vaxtaumhverfið er orðið lágt og því er haldið lága af seðlabankum heimsins núna til þess að kostnaðurinn af áfallinu eða stýrinu veldi ekki skaða á innviðunum, hvort sem það eru harðir innviðir, vegir og hús menn að læra það að skaðinn af líffrálsíkinni er miklu meiri en menn töldu, bæði það að halda aftur á ríkinu, halda aftur að það megi ekki fjárfesta, að það dregur úr afli í hagkerfisins og að sveltistefnan að draga snöggt að sér hefur miklu meiri skaða heldur en talið. Þannig að tvöfaldan hátt hefur afhjúpast að nýfrjálshyggjan er miklu hættulegri hugmyndastefna heldur en það var talið bara fyrir 5 árum, 10 árum. Já, ég meina við sjáum það bara úr fjármálaáætlunum hér fyrir COVID, fyrir gjaldþroti á flugfélaginu, að það var fjárfestingar átak í gangi, það var bara til að vinna upp hallan af viðhaldi sem hafði ekki verið sinnt síðan 2008. Þannig það er bara til að komast upp á og það er miklu dýrara, þú veist það með húsið, ef þú málar ekki gluggan og hann byrjar að fúna, það er bara miklu dýrara að bíða með það að því þú vilt ekki bæta aðeins við húsnæðislánið og þá þarf þetta að skipta gluggan í staðinn fyrir að þau bara þurft að pússa hann og mála og þetta er það sem að menn sáu víða lönd, það sem þetta var gert ofharkalega og þess vegna er núna verið að finna út, það er ekki komið rétta svarið að hvað er hæfilegt hlutað, en menn eru að líka ennþá að sjá býtu hvenær er faraldurinn búinn, það er náttúrulega ekki fyrir að við erum búin að hjálpa öllu suðrinu í að bólusetja sig og ég meina, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var að gefa út 650 milljarða dala af nýju SDR sem er myntkarfan sem að sjóðurinn notar, það er bara þyrlupeningur sem er bara búinn til þar í tölvukerfinu til þess að hjálpa hinnum fátækari löndum heimsins til að bólusetja sig og að þurfi ekki að fara í ómikið niðurskurð til þess að borga tilbaka skuldir og hratt, heldur lengi lánunum þeirra, lækka vextina, veita þeim meiri lán til þess að skaðinn af þessu heimsfaraldri verði ekki þannig að við förum í neikvæðan spíral niður og verra heldur að við getum notað
sjokkið og allt sem þarf að endurhugsa og allt sem þarf að endurbyggja. Sem betur fyrir þetta ekki eins og stríða, að við skemmst hér brýr eða eitthvað þess að við þurfum bara byggja samfélagið upp á nýtt eftir að við erum búin að eyða þessari óværu burtu og það ætla flestu lönd sýnist mér að gera með því að endurbyggja samfélagið á grænan máta, því að ég skrifaði það nú í nýlegri græni vísbendingu, það má eiginlega segja að faraldurinn hafi verið svona létt æfing fyrir það sem við þurfum að loftslagsváin sem áður en komið að því að það langar við að spyrja því Róbert út af þessu sem að Ásgeir var að segja að ríkissjóður í lágvaxta tímabili, þá getur ríkissjóður skulda náttúrulega miklu meira heldur en hann skuldaði í hávaxta tímabili. Þegar Alþýðusambandið er að auglýsa það nóg til, liggur svarið í þessu að nú erum við í lágvaxta tímabili og þar af leiðandi gætu við skuldsett ríkissjóð meira og unnið í grunnkerfunum okkar, byggt upp innviðin okkar, innleitt hér aukið svona jafnræði meðal íbúanna, lyft fólk upp úr fátækt. Er það þarna sem aflið sem að þeir að vísa til eða ætlið að sækja meiri peninga í gennum skattkerfið til hinna efna meiri? Hvar er þetta nóg til? Hvar er sjóðurinn? Já, góð spurning. Í því samhengi þá held ég að mér heyrist þér orðið nokkuð vill samhljómur í það að fjármálareglur sé einhver sem þurfa að endurskoða og Alþýðusambandið bent á það í sínum umsögnum opinber fjármál að það studdi að reglurnar yrðu teknar úr sambandi og töldum að svigrúm til skuldsetninga væri mun meira heldur en oftar áður talið. Varðandi sé nóg til þá held ég að það getur svo sem hver túlkað eins og honum sýnist en það er klárlega meira til og að við horfum á það einu stað í skattkerfið. En það eru þetta þessi sveltistefna sem þú nefnir og Ásgeir kemur inn á varðandi fjárfestingar, að uppsöfnuð fjárfestingar þörfa metin hvort það eru 2016 upp á 230 milljarða. Þannig þetta eru verulega fjárhæðir og núna fyrir áður en heimsfaraldur brýst út, þá voru ríkisfjármál í þröngri stöðu, leiðrétt fyrir hagsveiflunni, þá voru þau eins og fjármál orðaði það í járnum. Þannig að það er ekki bara útgjaldahliðin sem menn einblínu ofta á, það þarf að horfa tekjur ríkissjóðs líka. Við tökum þarna nokkra leiðir sem er snúað að fjármagnstekjuskattinum. Við nefnum líka í skýrslunni auðlindagjöldin að það þurfi að fara að innleiða nýja sýn í réttu skattlagningu á Íslandi og horfa á auðlindarðin og hvernig við endum dreifum honum og innleiða auðlindagjöld í fleiri greinum en bara í sjávarútvegi. Áhyggjefnið því að þú nefnir menn hafi aldrei haft það betra og ég hugsa að það sé eigi alveg við ákveðna hópa. Það eru margir sem hafa aldrei haft það betra. En það líka endurspeglar hvernig þessi krísa var og hún var mjög pólariseruð. Byrðunum var dreift á minni hópin áður, fyrst og fremst í ferðaþjónustu hópin og þá sem starfa í greinum sem þurfti að fara í frost. Og þetta líka viðkvæmari hópur heldur en í þeim krísum þar sem við höfum öll tekið út í gegnum verðbólgu og lækkun raunlauna. Þarna var bara tekjufall, tekið gegnum vinnumarkaðinn og afleiðingarnar kannski ekki jafn sjáanlegar af því að þetta eru erlend launafólk í flestum tilfellum og kannski margir sem kannski sjá ekki almennilega höggið sem kom í gegnum þá heimsfaraldurinn. En gleymið því ekki, það voru yfir 20.000 atvinnulausir það mest var. Tekjufall 30-50% auðvitað og það er umtalsvert högg þar. Guðrún, hvað þetta með slagorð aðeins í að það er nóg til? Það er annars vegar að vera að halda því fram og sumt sem að Ásgeir Brynjar var að segja, það er miklu meiri svona möguleika sem við höfum raunverulega til þess að bregðast við efnahagslægðinni en líka til þess að byggja hér upp öflugt samfélag sem þetta verða sterkara í framtíðinni. En svo er hinum megin, ég fór í einhverjar umræður í sjónvarpssal og fyrsta spurningin var nú er komin halli á ríkissjóð undanfarið 2 ár og hvernig ætlaði að borga það? Það var fyrsta spurningi til stjórnmálaflokkana og mér fannst það svona skrítin spurning af því að ég held að þetta væri bara ekki á vettvangi stjórnmálanna að fara að svara þessu spurningu því að
í sjálfum sér allt í lagi bara að geyma þessa skuld og sjá svo til seinna, en þetta væri ekki verkefni næsta kjörtímabils að svara þessu. Þannig að þetta svolítið svona, ég held að fyrir svona meginþorra almennings svolítið erfitt að átta sig á þessu. Annars vegar svona kemur skilaboð úr hagfræðinni og efnahagsumræðinni að það nóg til og þú veist, það raunverulega miklu meira afl sem að við höfum, og svo hins vegar erum við að heyra það að hérna nú verðum við að fara rosalega varlega og verðum að örva efnahagslífi í hvelli og öðrum einu sagt að við getum hækka skatta á hinna betursettu, en þá sagt við verðum bara að lækka á því hvelli, því að það eina leiðin til þess að búa til einhverja peninga að lækka skatta á fyrirtækjaeigendur svo að þeir einhvern veginn búi til peninga fyrir okkur hinn. Þetta fer svolítið í tvö hátt, sko. Já, vísa okkur leiðina, Guðrún. Já, ég held að sko, í þessum að ég vísaði til aðeins áðan, ef ég held áfram með það að hérna, Ísland fámenn þjóð í ríku landi, ríkt af auðlöndum, vassafl og fiskurinn í sjónum, og þessi samsetning á ríkisútgjöldum hjá okkur frekar létt vegna þess að við höfum ekki sjálf verið að sjá varnir landsins. Þannig að það margt sem að sko lítur að því og við vitum það að það hefur orðið mikil auðsöfnun og á fárra hendur. Eignaójöfnuður á Íslandi býsna mikill. Hann ekki eins og í Sádi-Arabíu en hann samt sem áður, og það skiptir ekki öllu máli sko hvar maður staddur, heldur hvert maður stefnir. Það það sem maður þarf að hugsa og miða við það að með lágan fjármagnstekjuskatt og engan eignaskatt, lítið sem engan auðlegðarskatt, það að segja, þó fasteignaskattar náttúrulega renna til sveitarfélaga, að þá ljóst að ef ekkert gert að þá vex bara bilið á milli ríkra og fátækra, sem að aftur, ef við vísum til sögunar, að í rauninni bara skynsamlegt að hafa taumhald á út frá bæði efnahagslegum stöðugleika sem og félagslegum og pólitískum stöðugleika, ef við ætlum að draga lærdóm af sögunni. En það sem að kannski tækifærin núna vegna þess einmitt að við vitum að eftir svona faraldur og áföll þá eykst eignaójöfnuðurinn og það partur af samfélaginu, þannig að það ætti að vera pólitísk inneign í rauninni til þess að breyta kerfunum undir þessum kringumstæðum. Og hvers vegna skildum við gera það? Jú, það náttúrulega bara réttlætismál að ríkiaðilinn borgi sinn eðlilega skerf til samfélagsins, að það sé ekki skúringakonan sem að sér það að mennta ríku börnin. Það nú bara svona, ég held að allir sæmilega góðhjarta fólk á þeirri skoðun og við vitum það líka að það hefur verið fjárfesting. Guðrún, það sem að sagt, það í þessu sem þú ert að lýsa. Það sagt, ríkikallinn býr til starfi fyrir skúringakonuna, þannig að hún getur borgað skatta. Þannig ef ríkikallinn væri ekki, þá myndi skúringakonan ekki borga hennar skatta og þá var ekki hægt að hafa skólakerfi. Já, ég held að það þetta hringrás og hagkerfið hringrás, svo það ekki einhver einn sem að býr til innspýtur. Vissulega eigna myndunin mest hjá einkageiranum, þannig séð. En ef hann einn það og samþjöppunin mikil og verður bara einn ríkur og allir hinn fátækir, þá vex ekki auðurinn frekar, þá verða engin viðskipti í rauninni. Það bara ríkikallinn sem með viðskipti við sjálfan sig. Þannig að það of mikil einföldun að ætla það og það verður ekki sagt í svona, hvað ég segja, í tómarúmi í rauninni eða án okkur tillits til annarra þátta sem að gera það verkum að ríkikallinn getur orðið ríkur, það bara klassískt. Svo ég held að það svona kredda sem að verður auðvitað að taka á og ekki að hleypa kannski inn sem einhvern svona aðal rök í máli. En ef við komum aftur að skattkerfinu að þá held ég að sko aftur, við höfum stemt að því að lækka í rauninni hlutfallslega skattendu og þá sem meira eiga og hækka það á þeim sem að hafa minna.
og í því líka ákveðin ójöfnuður milli fyrirtækja og það það sem hefur svolítið gleymst í þessari kosningabaráttu að fólk svona slengið fram að það vilji bæta rekstrarstöðu eða bæta rekstrarumhverfi lítilla fyrirtækja, að það skortir svolítið á svona konkrét tillögur í því tilliti. Það sem við þurfum að skoða í hvað, það að segja hvernig bara stofnunum beitt á vegum hins opinbera til að halda kerfinu virku og gangandi. Og eitt af því sem maður hefur náttúrulega sviðið svolítið sem bara borgari landsins að skattaeftirlit hefur verið veikt og þannig að því ég nú mikrohagfræðingur að þá horfi ég til þess hvernig hvatar innan kerfisins liggja og dreg þar lendi álítan á því hvernig kerfið í heild sinni virkar. Varðandi ríkisfjármálaregluna, ef hún alltaf tekin úr sambandi, eða þar að segja reglan um hallalaus fjárlög, ef hún alltaf tekin úr sambandi þegar eitthvað bjátar á, að þá fara menn bara að gera ráð fyrir því og hún verður algjörlega óvirk, hvort sem hún skynsum í upphafið ekki. Þannig að það núna tækifæri til þess að fyrir nýja stjórnmálamenn sem að koma og ryðja sér til rúms á sviðinu að endurskoða skattkerfið held ég algjörlega í heild sinni og ekki gleyma því að þetta þarf að spila saman eins og svo sem retorikin segir okkur en hluti af því að við megum ekki gleyma því að við erum hagrænar verur, verð ég að segja. Það skiptir máli hvernig hvatarnir eru og ég forvitin á að vita hvort að Róbert hafi skoðað og þeir hjá ASÍ hvernig tekjuskattur fyrirtæki hefur lagst yfir heildina, hvernig hann drefður því að það greinilega hvati þarna til þess að telja fram fjármagnstekjur heldur en launatekjur sem augljóst en hvernig spilar það til dæmis með tekjuskatt fyrirtækja almennt? Ef ég má bara bæta aðeins við makró áður en að Róbert svarar að spurningin sem var lagt upp með að það náttúrulega ekki hægt að halda áfram að dæla úr ríkissjóði peningum til fyrirtækjana. Þú veist, því þarf að stóð fyrirtækja sem kannski borga fórstjóranum 30 milljónir laun á mánuði og að borga nokkur milljarða í arð til hluthafa. Þess áttar fyrirtæki geta verið að fá stuðning frá ríkissjóði, þá förum við náttúrulega mjög fljótt í mjög slæma stöðu. Þannig að það eðlilegt að... Þá erum við bara komin í eins konar ræningjabæli, þar sem að hinni ríku eru bara að teygja sín í ríkissjóð og tæma í sína eigin vasa. Maður getur haft smá ágjör af því þegar það síðan farið að kalla eftir úr alls konar áttum stuðningi þegar eitthvað bjátar á í rekstri. Það bara SA og samtök iðnaðarins og fleiri eru bara því, þau vilja fá skattaafslætti fyrir nýsköpun svo kallaða, fyrir að fjárfesta til orkusparnaðar, minni mengunar, þeir vilja fá skattana sína lækkaða. Það er engin hópur í íslensku samfélagi sem með afgerandi kröfur í íslensku samfélagi í dag fyrir þessar kosningar heldur en fjármagns- og fyrirtækjaeigendur. Já, það getur held ég valdið öllum fjármálaráðs áhugamönnum eða ráðsmönnum eða tilvonandi eða fráfarandi fjármálaráðherrum að það gengur náttúrulega ekki upp fyrir bókhaldsríkissjóð og það náttúrulega menn verða átt að sjá því að þetta var einstakur viðburður þessi faraldur og það náttúrulega einhver leyti pólitískt erfitt. Þessi stefna komin út fyrir faraldurinn. Að því að nefna þetta þá var svona þætti eins og hér sem SA var með, það sem að Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra var og þá var verið að tala hvað allir voru ánægðir með þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að voru að einkavæða nýsköpun, með því að leggja niður nýsköpunarmiðstöð og hafa í staðinn skattaafslátt og það sem að menn gátu skilgreint og ég held að menn vitið að takmörkunin fyrir að sækja skattaafslátt eru svo veik að menn geti sótt það í hvaða fjárfestingar sem og svo var Bjarni Benediktsson í þessu þætti og hann segir á ykkur augnabliki að menn verða að athuga hvað þetta kostar og bara á þessu ári hafa lekið út 10 milljarðar með þessu og maður sá allt í einu að fjármálaráðherra nýfrjálshyggjunnar var hætt að standa saman hvað lag stórkostlega út úr ríkissjóði. Já, ég meina það verður að
hugsa heildstætt þetta og það eitt af í viðbót við fjármálareglunar sem lögin með rekstur og skuldir eru síðan grunngildi sem en verða að horfa til að stöðuleiki festa gagnsæi og síðan sjálfbærni. Þannig að það náttúrulega ekki sjálfbært ef að það legur út úr ríkissjóðnum eins og búið að gera núna í eitthvað sem ekki að nýtast. Og fyrirtæki bara aðlaga rekstur sinn að fjáruppstreyminu sem ríkissjóð. Ja, sko, rekstur fyrirtækja felur í sem misgóð ár og slæm ár og þau þurfa að geta tekist á við áföll og ekki alltaf geta hlaupið undir pilsfald ríkisins til að fá aðstoð þegar eitthvað bjátar á. Ég meina, út á það gengur hugmyndin hagnaðin þeirra fyrir að taka áhættu. Þannig, og eins þarna með eftirgjöf á skatttekjum til að örva. Það náttúrulega, það verður að skoða það hvernig það að nýtast og það má ekki vera að gefa eftir skatttekjur ríkisins á óþörfi, því þá hættir hann að vera sjálfbær. Við tröfluðum að því að Guðrún var að spurja Róbert raunverulega og Ásgeir tók orðið og ég dró hann síðan eitthvað út í móa. Róbert, manstu spurninguna sem að Guðrún var að spurja? Já, ég man hana og stuttasvar nei, við ekki akkurat skoða þetta og þú spurja í sjálf þessu bara tekjuskatt fyrirtækja og hvað hann greiddur á mörgum gruna mig, en varðandi styrkina til nýsköpunar þá held ég að það sé klárlega verður að gera mjög skýra kröfu bara ábyrga ráðstöfun á svona ríkisfé, eins og segir 10 milljarðar, þetta rennur ekki til margra fyrirtækja og við verðum að gera kröfu til þess að þetta verði þá af alvöru verðmætasköpun af því oft þetta frekar byggt á hugmyndum verðmætasköpun, en auðvitað vitum við það að þetta skattasamkeppni. Það hefur orðið þrýstingur á slíkar endurgreiðslur út af því að önnur lönd hafa gert það. Það þarf að skoða hvort þessum fjármunum sé vel varið, því að þetta eru verulegar upphæðir og við þetta búum við og kannski gleymist í þessu samhengi að fyrirtæki búa líka við frekar sósíalískt stuðningskerfi, við styðjum frumkvöðl á fyrstu stigum hugmynda, við styðjum við nýsköpun með myndarlegum hætti, en kannski núverandi kerfi hætt á því að það snúist eingöngu að því að styðja við beturstæð fyrirtæki og þá verðum við líka að horfa það til hver árangurinn hefur verið, því eins og segir 10 milljarðar engin smárar fyrir ríkissjóð. Og í viðbót aftur út frá alþjóðlegu umræðunni, það náttúrulega verið að tala þar meira progressívan skatt á fyrirtæki líka og fjármagnið sem við vorum að tala á. Ég meina ekki bara á tekjuskatt, stigvaxandi sem skattprósentan og vaxandi prósentur nýtist þannig að til dæmis smáfyrirtæki, alvöru nýsköpunar startup fyrirtæki sem eru að byrja og berjast í bökkum, að þau fái lítinn skatt eða náttúrulega engan í byrjun og mögulega einhvern stöðning, en síðan þegar þau fara að ganga vel þá byrja þau að borga skatt og sem síðan vex eftir því sem þau fara að græða meira. Það verður að vera til þess að ná að láta þetta ganga upp og að þá verður það að verða jafnara á tekjuskatti einstaklinga, á tekjuskatti fjármagnstekjuskatti og síðan á skatti á fyrirtæki. Þetta svona þrepaskipting þannig að maður nái tilbaka öllum þessum stuðningi sem rann út til þessar aðila meðan þeir voru eittir eða meðan þeir fóru í gegnum fjármálakreppu eða meðan þeir fóru í gegnum heimsfaraldur og við erum að muna það. Við gátum bætt stöðu ríkissjóðs eftir fjármálakreppuna að því við fengum hellingspening út úr þrotabúunum sem tók tíma að vinda ofan af og ná tilbaka. COVID ekki að fara að gefa okkur neitt þannig hagnaðurinn sem kemur tilbaka af COVID bara þau líf sem að Landspítalinn og bólusetningin að bjarga og atvinnuleysi sem við náum að losna við en það kemur ekkert nokkur 100 milljarðar tilbaka til að laga skuldastöðuna. Það verður að gera það með því að tala hvernig ætlum við að hafa tekjuöflunina. En áður ég gefur orðið Guðrún, þá verði ég að segja það að Sósíalistaflokkurinn hefur lagt fram tillögur í skattamálum þar sem gert ráð fyrir öðru skattaumhverfi fyrir smáfyrirtæki og það líka gert ráð fyrir stigvaxandi
tekjuskatti og öðrum gjöldum á fyrirtæki. Þannig að mér fannst að vera að segja eins og væri engin með það, ég ætlaði bara að benda á svo sem það væri með það. Það er gott að heyra það. Því að sko, í rauninni eru sko, litlu fyrirtækin eru stærsti vinnuveitandinn þegar þau eru tekin saman. Og við viljum þetta líka sko, sjá til þess að skatta eftirlit snúi að þeim sem eru svona stórtækir í skattasniðgöngu eða skattsvikum en það er náttúrulega kannski við erum mun eftir því að við erum svona hagrænar verur, ég að byrja á því að náðan og við höfum tilhneigingu til þess að reyna svona að koma okkur auðveldlega í gegnum verkefnin og það er bæði á við einkaaðila sem og opinbera embættismenn og þá sem að sjá til dæmis skattaeftirlit og hérna lagsti svona garður undir þess að fara yfir þetta fyrir skattaeftirlitsmenn er að herja á tannlækna eða hárgreiðslukonur eða eitthvað slíkt en horfa framhjá til með stórfyrirtækjum eins og var árin fyrir hrun að það var einmitt Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að tók það saman á sínum tíma að bankarnir 3 sem að voru orðnir 10 svona landsframleiðsla borguðu í tekjuskattum 0,6% af landsframleiðslu. Þannig að það er í tekjuskatt. Þannig að það er auðvitað augljóslega eitthvað vitlaust gefið sko þegar aðstæðan er þessi og hið opinbera sér ekki vel það að innheimta þær álögur sem þeir eru að setja á þjóðfélagsþegnuna jafnt. En Guðrún, því að þú hefur skoðað mikið svona spillingu, má ég spyrja það eins út í þetta með þetta svona ástand sem hefur verið í þar sem að fyrirtækjaeigendur geta sótt styrk til þess að halda áskeri vinnu eða rekan og ráðan aftur til að fara út í nýsköpun, til þess að fara út í orkusparandi fjárfestingar. Fyrirtækin geta sótt styrki fyrir allt mögulegt og ómögulegt og er þetta ekki svona ákveðin hætta á meðan að reglurnar eru svona veikar og víðar að það er eiginlega hægt að skilgreina eiginlega hvað sem nýsköpun og hvað sem auðvitað eru allar fjárfestingar í dag eru meira og minna orkusparandi og hægt að réttlæta sem einhverja leið í átt að betri svona aðgerðir gagnvart loftslagsvá og það er þetta réttlæta eiginlega allar fjárfestingar sem nýsköpun, öll ný verkefni sem ég starta sem nýsköpun, þannig að allt í næri ég byrja að sækja allt aflið í þetta til ríkissjóðs. Getur ekki verið að bara dettin á eitthvað svona svæði sem er bara stór hættulegt út frá svona spillingasjónum? Ég geti gjarnan tekið undir þessa lýsingu þína, Smári, að sko ef að ríkissjóður er ekki með beilinni sko einhverja stefnu í því hvers konar nýsköpun ríkissjóður ætlar að styrkja og hvað á að felast í því og hvaða skilyrði þurfa að liggja til grundvallar því að fyrirtæki fái afhenda fjármuni úr ríkissjóði, þá það auðvitað bara til þess að opna á spillingu og frændhygli og að fara illa með fé almennings. Það er náttúrulega algjörlega borðliggjandi. Og svo líka náttúrulega bara þá erum við að fara út úr hinu kapítalíska kerfi sem að snýst það að það er enga framtakið sem á að taka áhættu og á móti gefur í samfélagið honum takmarkaða ábyrgð á skuldum fyrirtækisins sem hann stýrir. Á því grundvallast hið kapítalíska kerfi og að hann taki bara ábyrgð á eigin fénu sem hann setur, leggur fyrirtækinu til en ber ekki ábyrgð á skuldum félagsins, jafnvel þó svo að hann njóti ávaxtana eða ávöxtunar af fjármununum öllum í heild sinni, það er að segja öllu verðnaðarreikningum, bæði skuldum og eigin fé. Þannig að þá menn komnir eitthvað í einmitt undarlega hugmyndafræði sem að hlýtur eiginlega bara að eiga sér fyrirmyndir í núverandi austatjaldslöndu, bara ólígarki og það erum komin út á mjög hættulega brautir. Men finnst það nefnilega því að það ekki allir það að einkaveiða hagnaðinn en þjóðin nýta tapið, en þegar að þjóðin byrjuð að standa í fjárfestingunum fremst, það voru komin í eitthvað svona alveg nýtt. Ég ætla ekki að segja að það sé ekki hægt í einhverju tilfelli. Ég meina
það var til dæmis bara, ég gaman að ég vitna í og hef áður gert það í þessum þáttum, vitna í dæmið nú gleymi ég nú orðinu, það var geimfarar áætlun Bandaríkjanna, geimferðaáætlun Bandaríkjanna sem að Kennedy hratt af stað. Hann hafði metnað fyrir hönd Bandaríkjanna að búa til tækni sem að gæti komið manninum á tunglið og lagði í óskaplega mikla fjárfestingar, opinberar fjárfestingar, þar sem að hann naut í rauninni stór partur af, ég held að allavega 60% af heildar fjármagninu var í rauninni fór til einkafyrirtækja sem að aðstoðaði ríkið við að ná þessu pólitíska markmiði. Og það í sjálfu sér bara eitthvað sem að þá kjósendur hafa þetta skoðun á eftir að farið út í slíkt. Þannig að ég ekki að segja að þetta sé eitthvað geti ekki átt sér eða verið skynsamleg hugmynd, en það ekki hægt að hafa opin tékka, það sem einhver það verður að vera eitthvað plan. Það verður að vera eitthvað plan, einhver atvinnustefna. Já, til að bara byggja aðeins á þessu, fyrsta lagi náttúrulega Allen lét fylgja með í Biden pakkanum stór aukin framlög í skattaeftirlit þegar samhliða því að ætla að ná í meiri skatta fyrir þessu. Á nýsköpunarsviðinu þá eiginlega allar tækninýjungarnar í iPhone-inu eru ríkisstyrktar þróunar hugmyndir upphaflega og síðan tekur einkafyrirtækið við og reynir að markaðsvæða það og græða því. Þannig að þetta aftur jafnvægisleit sem verður að vera þannig, og hættan náttúrulega, menn við faraldur halda að það sé svona einhvern veginn leiðin til að komast á einhverja ókeypis peninga bara til þess að auka hagnað. Það það sem er í raun og veru pólitíska verkefni núna, til að snúa af þessu og forðast þau mistök sem voru að gera síðast, og síðan í viðbót til þess að fyrirtækja eigandunir þurfa nú ekki alveg að missa svefn ef þeir horfa á þáttinn, að þá þarf ekki að ná endilega öllum þessum 200 milljörðum eða þessum halla tilbaka með skattheimtu núna. Þú veist, það annars vera tímafaktorinn, hvað ætlum að vera lengi að borga fyrir stríðið, hvað það dreifum því lengi yfir, þar spila vextinir inn í, og síðan hægt að vaxa út úr þessum skuldum. Þannig það þarf bara að stoppa útflæðið úr ríkissjóði í óþarfa eða í stuðning við kapítalíska kerfi. Það bara einhver pilsfald af kapítalismi anskotans, og í raun og veru ekki kapítalismi, heldur eitthvað annað. Það þarf að stöðva það, en hins vegar síðan hægt að samhliða því sem að maður lagar tekjuöflunina fyrir ríkissjóð til að koma honum í jafnvægi, að eins og fjármálaráðið benda á, sjálfbærni ríkisfjármálanna ekki vandamál þegar að vextinir haldast lágir. Ég meina, við vorum að gefa út skuldabréf í evrum og núllvöxtum, þó ég reyndar telja ekki að þurfa að vera að gefa út skuldabréf í erlendri mynt, en ef að hagvöxturinn að vera meiri en fjármagnskostnaðurinn, vextinir á skuldunum, að þá bara smám saman vöxum við út úr þessum skuldum. Það þannig sem Kennedy borgaði á endanum fyrir tunglferðirnar, með náttúrulega skatti sem fyrirtækin borguðu tilbaka af gróðunum sem þau gerðu að þau vera að vinna fyrir NASA í að búa til geimflaugina, en síðan bara líka með nógu löngum tíma, eins og við unnum okkur út úr bankahruninu eða öðrum svona skellum, að þá þetta vel gerlegt, og líka loftslagsmáin, ef menn bara ekki fastir í kreddum eða ætla að gera það of hratt eða illa eða ekki að taka á vanda sem komin upp. Ég ætla að fá að tala hér loftslagsvána seinna við rauðaborðið, en ég ætla að fá að setja punktinn hérna fyrir aftan, eða komuna, því að við munum halda áfram að tala efnahagsmál líka hérna, og kannski komið þið aftur hérna einhvern tímann fyrir kosningar. En ég þakka Ásgeiri Brynjari og Guðrúnu Johnsen og Róbert Faretsveit kærlega fyrir komuna. Hérna á morgun verðum við aftur á sama tíma við rauðaborðið klukkan 8, og þá koma hingað Drífa Snædal og Þuríður Harpa Sigurðardóttir, og við ætlum að ræða réttlæti, býst ég við. Takk fyrir í kvöld.